Ok, það sem ég langar að minna á ekki hljóða á þessu, sjáu þið, betur að hafa þetta í lagi. Það sem ég langar að minna á það sem efnið okkar kemur, fyrirlestrarnir hérna. Þetta kynningin, glærur og hljóðskál sem download og svo hérna einhver YouTube-linkar á þessa parta hérna og hér eru glærurnar fyrir, þetta vísar á SlideShare þegar þið vantilega kikkt á þetta og hérna eitthvað gamalt svona dót, hlutbundið forritun ef þið viljið rifja upp. Þannig að þetta staðurinn fyrir fyrirlestra, allir með það á hreinu. Og síðan það annað efni hérna og þeir eru búin að lesa þetta vantilega. Hér dæmitímanir, þeir bara hrúast hérna inn, verða hérna 11, 12 eitthvað svona eins og uppsetningarnar ef það þarf og svo hérna gamalt verkefni. Það getur verið hinum líka og svo kemur hérna lesefni eftir þörfum. Það bætist bara við ef það eitthvað sem ekki með, ef það til dæmis PDF-skrá sem ég hef, sem hvergi á netinu, þá fer það þarna inn. Og svo það mikilvægast, það með ekki gleyma því að hér koma inn fyrirlestrarnir. Hérna fyrirlesturinn í dag og þarna lesefni. Þetta official staðurinn. Ef ég með eitthvað í glæru, það ekki að marka það. Þetta eina sem að marka. Ef það þarna, þá það til prófs. Svo gæti ég glemt í einhverju glæru. Eða hérna eins og núna í morgun, eða gærkvöldi, ég setti glærurnar inn í gærkvöldi, svo breytti ég þeim í morgun. Þannig að hérna ég með lesefni. Þannig að þetta og svo ég hérna með svona ítarefni. Þetta til dæmis mjög skemmtilegt, við erum að tala þetta eftir. Og Spotify-grein hérna. Mjög skemmtilegt hvernig þeir gera hlutina. En hann ég að vísa í Brown. Það bókin okkar, stærri bókin. Eða sem sagt dýrari bókin. Og það kafli 1, 2, 3 og 4. En þetta óbúslega litli kaflar. Þetta mjög þægileg bók að lesa. Mjög litli kaflar. Og meila bara mjög hnytt með það. Síðan þarna Barbin-bókin, það Principle-bókin. Það var eitt fyrsta prinsipið okkar sem við ætlum að kíkja á. Það Single Responsibility Principle. Hafið þið heyrt það áður? Þetta eitt af solid principle, en við tökum þetta. En eftir að hafa farið í gegnum þetta, nú vil ég spyrja, hvort að þið hafa einhverja spurningar? Eitthvað spurningar fyrirkomulag námskeiðsins sem að þið viljið spyrja? Síðasta skilaverkefni, já. Það 20% og sett skilur á því viku eftir skilaverkefni. Já. Þannig að það tekur 3 vikur til mánuðar milli nýja. Já. Það eitthvað breytt, það ákveðlega. Við vorum að hugsa að hafa þetta svona, en það getur vel verið að skoða það, því að það hefur vanlega ekki verið 20%. En það á að koma út mjög snemma. Þannig að við þurfum bara að ræða, en þetta á alveg að ganga. Það verður yfirleitt 10 dagar í verkefni, en það þetta verður aðeins lengra. En svo ég endurtekki spurninguna, þá spurt hvort að skiladagsningar eiga að vera svona, eða hvort þeim verður breytt. Það síðasta verkefni kemur ofan í mestu annirnar, þegar allir eru með skilaverkefni á 20-30%. Þannig að það verður aðeins góð, ég reyna að hafa góðan tíma á því, það bara praktískt. Einhverja fleiri spurningar? Ef ekki bara að tala arkitektúr. Ok. Þetta sem sagt fyrirlesturinn sem ég fjall arkitektúr og þetta það sem ég ætla að tala Það að segja aðeins að tala það sem við vorum með í fyrra, ég fór hratt yfir það, þannig að ég fór aftur hratt yfir það. Og síðan tala ég arkitektúr og monolith. Veitir hvað monolith er? Þetta náttúrufyrirbæri. Þetta líka í Space Odyssey, það var alltaf monolith í þeim. Stóru steinar? Já, þetta eru stóri klettar steinar. Og svo er ég tala SOA, ég þoli það orð ekki, en ég ætla að tala það samt. Og lagskiptingu sem svona tricks. Þetta það rosalega mikið lesefni núna fyrir þennan tíma. Það svolítið mikið og endilega bara hjólið í þetta og rennið yfir þessa hluti. Þessi decomposing application and scalability, þetta var for scalability and deployment, það vídeó og það svona fyrstu 20 mínútur sem skipta einhverju máli
Ég ætla að spila þessar 20 mínútur meira og minna hérna í dag, en þetta er 40-50 mínúta fyrirlestur sem er rosalega skemmtilegur. Og svo en svona eftir 25-30 mínútur þá fer hann eitthvað út á söðu sem við erum ekki að tala um. En svo er þessi skemmtileg Scale Cube, hann er alveg snilld, ég ætla að tala um það. En arkitektúr, hvernig myndu þið skilgreina arkitektúr? Ef ég segi, segðu mér hvað arkitektúr er. Ákveðin aðferð til að byggja upp, já. Hönnunin, já. Lagskipting til dæmis, þetta er bara góðar ábendingar. Svona strúktúr einhvern veginn. Og þetta er það sem við ætlum að tala um. En fyrst ætla ég að byrja á þessu hérna, building blocks. Rétt að rifja upp það frá því síðast. Við vorum að tala um að það er ekkert auðvelt að búa til svona lausnir og það væru sem betur fer nokkrar aðferðir sem við getum notað til að hjálpa okkur. Og ef við rennum í gegnum þetta bara til að rifja þetta upp, því að þetta er það sem er svona hryggjarstykki í þessu námskeiði, arkitektúrin, það er þessi skilningur á högun kerfisins, hönnuninni og sem að menn búa til. Þetta er svona klassíska skilgreiningin, decisions that are hard to change. Ég ætla hins vegar að skilgreina þetta miklu betur fyrir ykkur í þessum fyrirlestri. Nú, við tölum líka um object-oriented programming og það ætlum við að tala um á mánudaginn. Og ég er svolítið að minna á þetta vegna þess að ég held, og ég upplifi þetta til dæmis í mínu fyrirtæki í Betware, að sumir af forritunum þeir gætu alveg eins skrifað í C. Þeir eru ekkert að nota forritunarmáli eitt eða neitt. Það er engin abstraction, interfacein eru gleymd, þetta er bara erfðir og leiðindi og menn eru bara ekki að nýta málið. Búa til flott hönnunarmynstur með polymorfisma og svona hlutum sem að hlutbundin forritun var fundin upp til að leysa. Þannig að menn gleyma þessu stundum. Þess vegna ætla ég að berja þetta svo litið til dauða. Einmitt. Hönnunarmynstur, og það kemur eitt hönnunarmynstur í dag, kannski svona í framhjálpi, en það er munstur og það er þessi monolith architecture, það er ákveðin munstur. Það má kalla allt munstur, það er svolítið teygjanlegt sko. En munstur eru bara staðlaðar aðferðir til þess að leysa vandamál sem eru algeng. Þetta er ekki lausnir, þetta er ekki kóði, þetta er bara, þetta vandamál við getum leyst það svona. Middleware sem betur fer eru til svakalega öflugt middleware sem að sjá hlutina, það er það sem að tengir hluti saman og þetta er yfirleitt þessi infrastruktúr, pípulagningar, en þetta er eitthvað sem arkitektar þurfa að hugsa um. Einhvern veginn þarf að tengja saman hlutina, databasear og svo framvegis. Þetta er þessi horizontala markaðar. Svo er það rammarnir. Það getur verið mjög gott í fyrirtækjum að búa til ramma ef alltaf sama er verið að gera. Það er líka fullt af römmum hann úti, þannig að það sem við ætlum að gera að finna út hvernig á að gera þetta. Til dæmis nota inversion of control eða dependency injections, sem þið kannski kannast við. Það er alls konar leiðir til þess að búa til framework og þau spara mann alveg gríðarlega. Þetta bara hækkar abstraction levelin hjá okkur. Heyrðu, tökum eitt quiz hérna. Hvað af þessu slepptum þessu síðast, ekki? Hvað af þessu ekki satt? Þetta er eitt af þessu. Okay. Design patterns are solutions to common problems. Object-oriented programming is good for general problems. Frameworks are used to increase productivity. Middleware can solve business-related problems.